Stefán, ég með þetta eftir leikum undir Keflavík. Hvað tilfinningin? Hún góð. Sérstaklega því að það bæting hjá okkur þarna í síðustu 2 leikjum. Fannst við vera góðir og vera svona halda okkur í okkar plönum og því sem við viljum gera. Og svo við tapum fyrir norðan, þá gaf það okkur sjálfstraust fyrir leikinn í kvöld og mér fannst þið bara flottir. Það er gífurlega flott umgjörð og þú veist, þessi leikurinn gegn Stólum, þetta er bara 2 úrslitakeppnisleikir í rauninni í deildakeppninni. Já, við teljum okkur vera tilbúna í úrslitakeppnisslag. Þú veist, og við erum með þannig lið og okkur hlakkar alltaf til þess að spila í post-season. Og það er kannski líka partur af vandamálinu hjá okkur í KR þú veist, það vantar kannski einhvern neista sem kemur svona með vorinu, þannig að það og við erum að líka, eins og ég segi, við erum að vinna vel í okkar málum, þú veist, á æfingum og þar byrjar þetta, bara á æfingum og menn séu á sömu blaðsíðu, vel skipulagðir, jafnvægið sér gott, inn og út og þá kemur þetta. Það er mikið breyst, finnst mér bara við komum Dino, það er svona öðruvísi dýnamík í liðinu, þið getið leyft ykkur að þið spilið bara öðruvísi körfubolta. Komum með mikið búst bara inn á æfinga líka, hvernig finnst þið breytingin hafa verið? Það er alltaf gott að fá einn stóran inn á æfingu og ég bara segja mig í leiknum okkar þetta jafnvægi sem ég er að tala um, þetta fyrir utan og inni, það er ekkert auðvitað að dekka mæk inni og strákan okkar inni þegar við erum með skotmenn fyrir utan í fjarkastöðinni. Þannig að Dino náttúrulega kemur inn og aðstofar Helga í fjarkastöðinni, þá erum við með 2 menn sem geta skotið, þannig að þá getum við rótirað þeim og það er það sem við höfum verið að vinna í og það gefur okkur betra jafnvægi í leiknum okkur. Nógur að spyrja þetta úti í körfuna en undir lokið þegar þú setur þetta upp í 4 stig. Er þetta að teikna svona eða er þetta bara þitt frumkvæði? Nei, þetta var teikna svona. Þannig að þú veist, við ætlum að reyna að fá að feika bakskrínið og fá okkur út úr þessu. Þannig að það var ekki mikil tími. Þetta var bara vel execute og góð sending. Og já, alltaf partur af þessu auðvitað lukka líka en já, þetta var bara gott play. Þau hefðu ekki lengra til hamingju við sigurinn. Já, takk.